Andri, voru það stuðningsmennirnir sem áttu þennan sigur? Já, þeir áttu part af því allavega. Já, það var svaka stemning. Það er ekki hægt að tapa með svona stemningu, sko. Nei. Maður hélt að maður stundum að það væri þreyttur eða eitthvað og þá leið bara upp í stúku. Getur ekki tapað svona, það er ekki hægt. Nei. En þið náðu 8 marka fórust í seinni hálfleik. Valsmenn að minnkaði niður í 3 og áttu séns á minnkaðin 2. Voru menn orðnir eitthvað stressaðir hann í lokin? Nei, þetta var bara spennistigi hátt, mikið undir. Við komum bara fullið sjálfstraust í leikinn og ætlum bara að vinna. Og svona aðeins svona fórum kannski of hátt í spennistiginn í smá tíma og þeir náðu að minnka þetta og þá lokuðum við bara. Já. Þú ert að koma aftur eftir meiðsli með kælipoka á hendinni. Hvernig er hendin? Hún er ágætt. Þolir 1 og 1 leik, 1 og 1 skot. 1 og 1 skot og ég náði nokkur skotum í dag, það var frábært. Batamerki. Þið eru náttúrulega nýlegar í deildinni, eru komnir alla leið í úrslit. Er hætt á því að menn séu kannski saddir, ánægðir bara með þetta? Nei, ég get lofað því að eitthvað sem Eyjamenn eru ekki, það eru saddir. Núna finnum við bragðið af einhverjum Íslandsmeistaratitli og við getum alveg unnið það. Við erum búin að sýna að við erum ekki eitthvað lélegt lið, sko. Við erum segir, erfitt að brjóta okkur á bak, þannig að þetta er bara frábært að við séum á. Er þið með nógu stóran hóp til að fara allir? Já, þreyta kemur ekki til greina núna. Nei, og ekki meiðsli og... Nei, þannig að hún leifir ekkert svoleið, sko. Nei, það er flott. Takk fyrir þetta.